Aron Birgir Stefánsson, knattspyrnumaður í Þór. Aron, þú ert trúlega eini Þórsarinn, eini knattspyrnumaður á Akureyri og hópið þar á Íslandi sem í fyrsta skipti að vinna til verðlauna í knattspyrnu á Ólympíuleikum. Já, held það. Segðu mér, hvernig tilfinning var það að fá eitt svona pening hálsinn? Það var bara geðveik, sko. Ég er ennþá búinn að átta mig á því hvað stórt þetta sko. Þetta ævintýri að spila með U15 Ólympíuleikum æskunnar, þetta kannski stærra heldur en félaga þínir hérna í þriðja flokki gera sig grein fyrir? Já, ég held það. Veit ekki sko. Segðu mér, þetta var helligri sverð, þetta var ekki bara að fara að spila 2-3 leiki, heldur bara að þetta var heilmikið ferðalag að fara alla leið til Kína? Já, þetta voru 18 dagar, tók einn dag í ferðalag bara, 22 klukkutímar, cirka. Það er svona alvöru flug. Já. En segðu mér, hvernig var svona ef við bara umgjörðin í kringum að Ólympíuleika æskuna eins og þetta var þetta ekki heilmikið umstang, flottir vellir og aðstæð og allt, eitthvað allt annað og meira heldur en þið áttu von á? Já, það voru 100.000 sjálfboðaliðar sem sá vel okkur og já, bara hellinga fólki að hjálpa til og gera þetta eins flott og hægt er. Segðu mér, hvernig upplifði það? Nú var oft heyrt að sko, Kínverjar kunni ekki nema kínversku. Var þetta fólk ekki að tala við ykkur ensku? Já, áttu erfitt með að skilja það sko. Það var ekki best í enskunni. Þannig að þið ekkert orðin sleipur í kínversku eftir þessa ferð kannski? Nei, ekkert rosalega. En segðu mér, þetta þið spilið hvað fyrst, hvernig er þetta? Þeir leikir í riðli, einn leikur í undanúrslitum og svo þriðsæti. Segðu mér eitthvað frá þessu. Byrjum móti Honduras, unnum það 5-0, svo mættum við Perú sem eru Suður Ameríkumeistarar, töpum þar 2-1, töpum svo í Vító móti Suður Kóreu og unnum svo Grænhöfðar 4-0. Þannig að ég raun og veru tapir þetta í undanúrslitum í vítaspyrnukeppni, þannig að þið kannski verið fjárinn nálægt í að komast í úrslitaleikinn. Já, vorum bara betri aðlið en eitthvað er. Og þegar það kemur að svona í Vító, þá nú ekki spurt að neinu sem heitir réttlæti? Nei, held ekki. En segðu mér, nú þegar þetta viðtalið tekið, þá ertu að enda leika móti Víkingarna í Íslandsmótinu sem við unnu 2-1 til hamingju með það. Ekki dvoðalega margir áhorfendur þannig að sé hér á Íslandi, en þarna hafið þið væntanlega horft upp á eitthvað allt annað. Já, það voru fyrsta leikur kringum 12.000 manns og það voru meðaltal 8-10.000 manns á leikjum. Var það ekki ótrúlega upplifun að spila fyrir svona marga áhorfendur? Jú, samt þegar maður var að spila þá pældi maður ekkert í þeim, bara einbætti sér að leiknum. En það ekkert verið neina svona sérstakur fiðningur, heyri hlupinn og vellun og sáu allt þetta fólk? Jú, það var mjög gaman, það var fullt að klöppuði fyrir öllum og það var miklu meira háaði hérna, eða úti heldur en hér. Og vellirnir og aðstæðan allt verið náttúrulega, það ekki að spyrja því að þetta hefur verið náttúrulega allt stórglæsilegt. Já, þetta var bara eins gott og hægt er. En segðu mér, bara ef við snúum okkur aftur að þér, þú ert markvörður og stefnan náttúrulega að verða bara áfram í fremstu röð? Jú, ég held það sko, bara ná eins langt og ég get. Ekkur gengur vel hérna í þriðja flokki, ekki satt, þeir ég að fara mér rétt í öðru sæti í riðlunum fyrir hennar leik? Jú, við erum í öðru sæti held ég núna, ég veit ekki, við erum bara að reyna að komast upp, það er eina markmiðið. Og það lítur ágætt á út? Já, við þurfum að vinna held ég næstu 2 leiki að vera komnir upp. Já, þetta ekkert flókkenni að vinna bara 2 næstu leiki? Nei, því ekkert annað. En þið verið þegar þið eru búin að vera að keppja svona stóru móti svo hann úti, þið verið ekkert óanægðir að koma svo heim í að sjá það sem við teljum nú vera samt mjög flott eins og hérna hjá okkur, nú ekkert kröfund að setja herra? Nei, þetta alveg ágætt sko, ekkert að kvarta. Við erum náttúrulega lítið samfélag, þú sagðir að væri 12.800 á fyrsta leik og Akureyri búa kannski 18.000 manns, þannig að það vantar ekkert mikið upp á það. Nei, svipaður fjöldi hérna
og þarna úti á leikjunum, bara flott sko. En þú var alveg til í að taka aftur þátt í svona dæmi ef að byggðist? Já, ég var alveg til í það. En þú gera það bara með seinni landsliðum? Já, jú, það er rétt. En þú sem sé bjartsýnn á framtíðina? Já, mjög bjartsýnn sko. Aron, bara til hamingju með bronsið og ég segi bara gangi ykkur vel í komandi verkefnum og til hamingju með þetta allt saman. Já, takk hérlega.